komið sæl. Það sunnudagur og þá eru synir Egils hér á samstöðinni. Hér á eftir koma til okkar tveir reyndir stjórnmálamenn, Ögmundur Jónasson og Þorsteinn Pálsson. En núna á vettvangi dagsins Heimir Már Pétursson, Halla Gunnarsdóttir og Ólína hér úr Torfardóttir. Verið öll velkomin. Takk fyrir. Sko, byrjum á þessu með tollana sem að Evrópusambandið gaf okkur ekki undanþágu fyrir. Þetta stjórnarandstaðan sem hverjir rukku upp til hand og fóta og voru með miklar yfirlýsingar og Heimir, rættið þið ekki mikið? Jú, sko þetta ekki alveg rétt að þeir hafa ekki gefið okkur undanþágu fyrir beint vegna þess að þeir setja kvóta á innflutning frá Íslandi, frá Elkem aðalega þá, sem er 14 tonn að mig minnir á mánuði. Ég veit ekki hver framleiðslan í Elkem, en þetta sem sagt kvótasetning á sem sagt 75% framleiðslunar og restin má ekki vera á lægra verði heldur en lágmarksmarkaðsverð inn í Evrópusambandinu. Viðskipta hlutabréf í Elkem og fleiri slíkum fyrirtækjum hafi hækkað við þessa ákvörðun, sem bendir til þess að íslensku útflytjendurnir gætu jafnvel farið í gólfið, þannig að þetta mun ekki hafa mikil áhrif eða nokkur á Elkem. Þetta mun á endanum bara hækka verðið til Elkem. Þannig að sko við höfum gleymt í margir og mörg að við erum ekki í tollabandalagi við Evrópusambandið. Þess vegna semjum við sjálfum tolla bæði sem EFTA-ríki og sem sjálfstætt ríki við ýmsa aðila. Við vildum ekki vera í tollabandalagi með þeim og það voru Íslendingar sem þrýstu mest á það að þetta úrræði sem Evrópusambandið beiti núna var sett inn vegna þess að við vildum geta lagt tolla á Evrópusambandið ef það hendaði okkur. Það vilja Framsóknarmenn gera núna. Já, og það bendir náttúrulega til þess anda sem var þegar að við vildum hafa þetta svokallaða neyðarákvæði, sem Íslendingar kölluðu það þá, inni í EES-samningnum. EES-samningurinn sjálfur stendur auðvitað óhaggaður og er okkar besti viðskipta- og menningarsamningur sem við höfum nokkuð tíma gert. Við erum hér með frjálsa för fólks og fjármagnsinn á 450-500 milljónum manna markað. Við tökum sem dæmi uppgangin sem hefur verið í íslenski ferðaþjónustu, uppgangin sem hefur verið í byggingariðnaðinum og hagvöxtin sem hefur verið allt upp í 8-10% hér sem árum undanfarið. Hann hefði aldrei orðið þessi ef við ekki geta fengið hér frjálsa för verkafólks frá Pólandi aðalega og Rúmeníu, þar að segja innan Evrópska efnahagssvæðisins. Þá værum við ekki efnahagslega vel stödd. Þannig að ég held að þetta hafi verið dálítill svona vegna bara miskynningar á þessu. Hafi orðið hér dálítill stormur í kaffibolla vegna þess að málið alls ekki eins og þetta var málað upp í fyrstu. Ýkt viðbrögð. Mjög ýkt viðbrögð og óheppilega mörgu leyti vegna þess að svo stóðust ekki fullyrðingar og það er svona eftir því sem hefur verið undið ofan af umræðinu, þá er þetta orðið eiginlega svolítið kjánalegt En auðvitað við erum auðvitað inn á Evrópska efnahagssvæðinu og auðvitað spyr maður sig hvers vegna Evrópusambandið miðaði ekki við Evrópska efnahagssvæðið, hvers vegna þetta var svona einskorðað við spíaðildina. Við getum spurt okkur af því og fundist það óheppilegt, en allar yfirlýsingar sem hafa komið fram afleiðingarnar af þessu og áhrifin inn í íslenskt efnahagslíf og annað, það voru yfirskot. Og það er svolítið áhyggjuefni hvernig umræðan stundum hleypur yfir í þessar svona ofsafengnu yfirlýsingar að eins og menn séu bara í samkeppni að yfirtrompa næsta mann í yfirlýsingum og þetta hefur ekki góð áhrif á stjórnmálin, finnst mér. En það kannski vegna þess að sumir stjórnmálaflokkar standa bara illa og það þurfa að láta í sér heyra og skapa sér einhverja stöðu sem þeir hafi ekki. Halla, aldrei ekki verið það? Ég held að þetta sé svolítið pólitík tímans í dag, hún er mjög yfirlýsingaglöð og fyrirsagnaglöð og og það er náttúrulega líka mikil þörf fyrir svona polariseringu og fyrir að segja eitthvað allt annað en hinnir
í helst öllum málum og ég held að það bara birtist í þessu máli eins og mjög mörgum öðrum málum og í málum þar sem er í raun og veru miklu alvarlegri fyrir fyrir svona pólitísku umræðu og bara líf fólks sko. Og svo náttúrulega samkeppni á milli Sjálfstæðisflokksins annars vegar og Miðflokksins hins vegar hvað þeir geta farið í hátt stig lýsingarorða í fjandskap við Evrópusambandið og það er svona reynt að miða alla umræðu inn á fjandskapin við Evrópusambandið vegna þess að það er álitið vera af mörgum innan þessara flokka vera helsta svipan sem hún getur beitt og núverandi ríkisstjórn sem að með öllum fundum sem fulltrúar hennar eiga með evrópskum aðilum sama hverju þeir eru eða hvaða aðgerðir sem íslensk stjórnvöld grípa til allar þar aðgerðið miða því að lauma Íslandi bakteríameginin í Evrópusambandi það er svona umræðan sem við erum að reyna að skapa sem er náttúrulega bara svona pólitískur skollaleikur og svo er líka einhver spenna og samkeppni innan Sjálfstæðisflokksins það er greinilegt á milli Guðrúnar Hafsteinsdóttur og Guðlaugs til dæmis og þau eru svo litið líka að reyna að yfirtrompa hvert annað með yfirlýsingum oft þetta er ekki heppilegt sko vegna þess að upplýsingaóreiða er bara orðin ein alvarlegasta ógnun við lýðræði í heiminum í dag meðferð upplýsinga og það hvernig mál eru sett fram það bara auðvitað hjálpast allt að samfélagsmiðlar og fjölmiðlunin og gervigreindin og allt þetta við að flækja málin en þessi samkeppni að hafa tilfinningalega áhrif í umræðinu frekar heldur en að koma upplýsingum á framfæri þetta er verulegt áhyggjuefni. En utanríkisráðherra okkar, hún neitaði að skrifa undir einhverja pappíra og hún var mjög reið og flaug bytt út og Já, hún setur náttúrulega líka undir þessum þrýstingi að standa sig í hagsmunagæslunni og þau þrástuguðust á því náttúrulega talsmenn stjórnvalda og þar með utanríkisráðherra að það væri hörð hagsmunagæsla í gangi og það, þú veist, þar er bara pólitíkin líka komin inn í þetta. Það er líka kannski svolítið orðfæri til heimabrúks á heimamarkaði. Já, en það er líka alveg rétt sem að það er alveg rétt sem að margir hafa sagt hvort sem þeir eru í pólitík að þetta er kannski ekki eins og þú varst kannski að koma inn á áðan að þetta er kannski ekki í anda Evrópusamstarfsins sem fer fram á vettvangi Evrópska efnahagssvæðisins og á Ísland verður nú gjarnan að mála sig þegar það hendar okkur og þá erum við þessi litli bróðir eða systir í öllu alþjóðlegu samstarfi sem á að njóta endalaus og undanþágna af öllum sköpuðum hlutum en það er samt það er kannski ekki í anda þessa samstarfs að gera þetta með Ísland þarna en svo er náttúrulega kannski óöflegt að þetta fyrirtæki er stóru hluti eigu Kínverja sem að er í megin dráttum verið að beina aðgerðunum gegn. Já, gegn Kína og þess vegna er þessi staða náttúrulega hér. Eftir að PCC lagði upp laupana þá er þetta eini kísilmannframleiðandinn á Íslandi. Þetta er náttúrulega bæði Ísland og Noregur er náttúrulega miklu stærri aðili. Ég held að 44% af því sem er flutt inn af járnblendi til Evrópusambandsins komið frá Noregi. Bætum Íslandi við þá fer það upp í tæplega 47%. Þannig að við skiptum sáralitlu máli í þessu. Ég sá í Noregi að menn tóku þetta mjög alvarlega. Störi var strax byrjað að tala að við verðum bara að skoða framlag okkar til EES-samningsins. Við erum að borga ég held að sé 270 miljardar á ári. Við borgum náttúrulega hvað sáralítið í samanburði. En þau tóku mjög alvarlega í þessu. Töldu þetta yrði að sýna Evrópusambandinu að þetta geti ekki verið fordæmisgefandi að næst kemur bara eitthvað annað þeir eru að verja járnblendi framleiðslu í Póllandi, Slóvakíu, Spáni og Frakklandi held ég en samningunum eins og kom fram hér er stilt upp þannig að Ísland og Noregur kemur skaðlaust út úr þessu jafnvel betra ef að takmarkanir á innflutningin í Evrópusambandinu ýtir undir verðið að þá getur verið að innflutningur héðan og frá Noregi verði verðmætar og eftir en ég sá ekki betur en að Norðmennirnir tækju þetta svona fullalvarlega og þeir töluðu að velta fyrir sér hvort að þeir hefðu staðið sér nógu vel í hagsmunabaráttunni og einhver sagði sem svo að við gerðum allt en við töflum bara þessu leik og ég held að Íslendingarnir hafi nú skottað svolítið með ég held að sé ekki rétt að stilla þessum að Íslendingarnir hafi einhvern veginn klúðrað málum en það verður Evrópusambandið fyrst og fremst að semja við Noreg við vorum enga síðu Gunnar Smári mun
ekki eins vanstilt og hér. Alls ekki. Þau voru málefnalegri og þó voru norsk stjórnvöld heldur gagnrýnt fyrir það einmitt að vera ekki nógu hörð. Já, en þá kemur ákveður þetta tilfinningaríkara hér. Það í stjórnarsáttmálunum þá að vera atkvæðagreiðsla inngöngu í Evrópusambandið og auðvitað nota Evrópa andstæðingar. Taka viðræðurnar og þá auðvitað andstæðingar Evrópu stökkva á þetta mál til þess að reyna að benda á að þarna sé dæmi að þetta sé nú ekki góður vinur sem við eigum. En á sama tíma segir glæpamenn síður klærnar og væru glæpamenn en á sama tíma segir hún berum orðum að íslenskt atvinnu- og viðskiptalífi eigi allt sitt undir EES-samningnum þannig að þetta var orðið svolítið mótsagnakenndur málflutningur sem þetta segja Það kannski var hræðsla líka svo að það nátt bílunin í Norðuráli hvort það komi uppsagni þar hvaða áreita myndi hafa Elkem það eru fullt af fólki það hafði reynda komið frá tilkynninga þeir ætluðu að draga úr framleiðslu í járnblendið það hafði komið fram í lok ágúst þannig að það hafði komið fram að það verði minni framleiðsla á næstunni þannig að það horfur ekkert sérlega vel þar í sjálfum sér. En auðvitað eru náttúrulega miklir hagsmunir undir, það eru gríðarlegar tekjur af kísilmannframleiðslunni hérna á Íslandi, þetta eru 10 milljarðar sem að máli snýst þannig að maður skilur það auðvitað líka fólk sem svolítið hugsi yfir því, en ég tek undir það með Heimi og Höllu, þetta er þessar yfirlýsingur og umræðan var ekki upplýsandi. Þetta er bara upphittun á því hvernig það verður og svona verður þetta ábyggin út af ESB-umræðinni. Þjóðaratkvæðagreiðslan umræðan verður svona í heilt ár. Og hún verður ekki, það verður ekki menn bara sýnandi Excel-skjöl, menn verður að tala að þeir sem að vilja við göngum í Evrópusambandið séu handbendi erlendra ríkja sem eru með hálfgerð landráð hér, þannig er umræðan oft verið, þannig var umræðan í tengslu við alla umræðu í sambandi við slita stjórnir bankana muni getið því þannig var nú bara umræðan EES-samningin Já, líka það var nú bara þannig við höfum eftir að hlusta á landráða umræðu ansi heita í heilt ár Ég var þingfréttamaður við samningin ekki, mann ég nú annað bara Framsóknarflokkur klofnaði, já og kvennalisti. Nei, þetta náttúrulega var eins neyðarlegt og það gat verið að Jón Baldvin eins og við vitum var utanríkisráðherra þá og hafði unnið að því sleitulaust í 3-4 ár og allt tímabil stjórnar Steingríms Ermarssonar með Framsóknarflokki, Alþýðubandalagi og Alþýðuflokki að gera þennan samning. Og það var nánast ekkert annað eftir en að fíni sér að hann og skrifa undir hann þegar kemur á kosningum 1991 og þá taka Alþýðubandalagið og Framsóknarflokkurinn þá óheilla stefnu að leggjast gegn samningnum sem var síðan til þess að Jón Baldvin samdi bara nánast fyrir kosningar á baku tjöldin við Davíð Oddsson, þá nýjan formann Sjálfstæðisflokksins og Sjálfstæðisflokkurinn hafði verið á móti þessum samningi á meðan hann var í vinslu hjá þáverandi ríkisstjórn hafði verið á móti samningnum að hann semur á baku tjöldin við Davíð það að Sjálfstæðisflokkurinn taki 180 gráðu beygju og samþykki samningin farið þau ríkisstjórn og Bjarni Benson og Jón Baldvin lofaði Davíð því á móti hann forsætisráðherra. Síðan var svo stjórn bara mynduð á augnablik út í við eins og munum. Þannig að þessi pólitík í Evrópusamvinnu, hún endalaust á ferðinni í íslenska flokkakerfinu og flokkar hafa tekið alls konar afstöðu í þessum málum og nú vilja náttúrulega margir þessum að voru í Alþýðubandalaginu á sínum tíma og í Framsóknarflokknum á sínum tíma ekki muna það að þeir hafa verið á móti þessum samningi og stundu og nú vilja allir Lilju kveðið hafa og það vita það allir hvað myndi gerast á Íslandi ef að við færum þetta litla land sem núna komið með þetta í raun og veru uppistand sem í Bandaríkjunum sem okkar stóru vinaþjóð sem hefur verið og séum hér varnarmál og svo framvegis að við ætluðum að vera aftur eyþjóð hér út í landi og gera tollasamninga og viðskiptasamninga við önnur lönd. Íslendingar gætu ekki lengur farið í nám án sérstaklega leyfa í Evrópuríkjunum. Við getum ekki fengið vinnu í Danmörku eða í Frakklandi eða Spáni eða hvar sem og fólk gæti ekki komið hingað án vegabréfsárituna og svo framvegis. Það vill enginn fara þangað. Það er Bandaríkin.
Og ástandið þar, Ólína, þú ert nýkomin frá Bandaríkjunum. Já, búin að vera 2 mánuði út í Berkeley. Já. Sem það var svolítið sérstakt að koma þangað í þessu andrúmslofti sem í Bandaríkjunum núna. Berkeley nú ekki Bandaríkin. Nei, það nefnilega málið já, það hefur ákveðna sérstöð og kannski Kalifornía öll með Gavin Newsom við í forystu þar. En sko það var mjög sérstakt að skynja þessa sko þöglu en samt staðföstu andstöðu við stjórnarhættina sem orðið hafa eftir að Trump tók við. Þú gengur vel snirt húsakverfi með fallegum húsum og fallegum görðum og svo bara búið að skella niður skilti í garðinum þar sem stendur sko nei takk Trump eða no king eða við styðjum lýðræði, ekki einræði. Og þetta í gluggum húsa, þetta út á lóðum og það annað á 3. hvert hús. Ég tók fullt af myndum af þessu sko og þannig að bara það á öllum að vera ljóst sem ganga fram hjá þessu húsi að þarna býr fólk sem styður ekki einræðistilburði Trumps og það eru bara statement út allt. Þetta var mjög sérstakt að upplifa og eins þegar maður var að tala við fólk sem átti að segja á því náttúrulega maður var útlendingur og var að koma þarna eitthvað svona ákveðin tíma. Bara þakka þér fyrir að vilja þó koma til Bandaríkjanna og þakka þér fyrir að vilja kynnast þjóðinni en sko þannig að fólk skammaðist sín fyrir stjórnarhættina, skammaðist sín fyrir þjóðarleiðtogann. Það var mjög sérstakt að upplifa þetta því ég átti eiginlega ekki alveg vona á því sko. Nei, þetta svona meira ákveðnar heldur en að kannski... Meira ákveðnar og þegar Trump fór að senda þjóðvarliðið inn í demokrataborgirnar sko til að ófræja þær og koma því á framfæri að þarna væri allt á vonarvöl. Þá sagði bara borgarstjórinn í San Francisco sko, hann var ekki með neitt kurteisishjal, það var bara stay the hell out of San Francisco. Þú veist, og Trump hætti við að fara þar inn. Kannski þarf bara að tala við hann með sama tungumál og hann beitir sjálfur, ég veit það ekki. Skil ekki hana? Já, ég veit það ekki. Þetta var mjög sérstakt og mjög gaman að áhugavert, skulum við segja, að upplifa þetta og kynnast þessu sko. Hvernig þjóðin að hreyfa sig inn í þessum stjórnaráttum sem eru við lýði. Þessi hluti þjóðarinnar sem ég fékk að kynnast. Það nú oft sem að þjóðum leiðist þessum að stýra. Það var margir Ítali sem hálfskömmu sín fyrir Berlusconi mannig. Svona alveg bara dæstu ef maður vildi tala við þá Berlusconi og koma til New York þegar Bush yngri var forseti. Það var svona borgin hálf dæsandi af skömm yfir þessum vitlýsing. Það var líka til bólir sem ástu Not My President með stóri mynda Bush og þannig að þetta ekki alveg í fyrsta sinn. En það sem náttúrulega gerast núna með þennan hóp sem Ólína lýsir er að þau eru í rosalegri og hafa verið frá því að Trump á kosin í fyrsta sinn í bara sjálfsmyndarkrísu. Já, þjóðin bara. Já, sko, nú ég sem svona frjálslyndu demokratana á þetta. Og það, mér fannst á fyrra kjörtímabilinu orðið aldrei þreytandi. Að maður hitti valla bandaríkjamenn án þess að þeir færu að lýsa í löngumáli að þeir var ekki trumpistar og þetta, hann var nú meiri vitlýsingur og la. Og ég var alltaf, já, ok, skipulegið ykkur þá gerið þið þá eitthvað í þessu og það, eftir smá tíma áttaði maður sko, þessi sjálfsmyndakrísa hún mjög djúpstæð vegna þess að þau trúa öll á American exceptionalism þau trúa að Bandaríkin séu í forystu hinna frjálsu þjóða og forsetin þeirra sé raun og veru forseti heimsins og þess vegna fannst þeim þetta alveg einstaklega óþægilegt og töldu sig þurfa að beðast afsökunar við alla sem þau hittu sko. Maður var bara hérna okkur kaffehúsinu í bæ og spyr bara þú á undan í röðinni og það bara I did not vote Trump og þannig að þetta rosalega djúpstæð krísa en ég hef þörf fyrir að segja gerið það eitthvað í þessu sko. Það eru þetta með með sem þú segir Halla sem alveg rétt að demokratar eru í dálítið krísu með sjálfan sig líka en með forystu Bandaríkjanna alveg sama hvað fólki finnst hvað það er í íslenskri pólitík og hvað því kann að finnast Bandaríkin í sögu liðina áratuga þá hafa Bandaríkin og eru á stórum hluta enn forysturíki hins vestræna heims það sem hins vegar sérstakt núna að núverandi forseti virðist vera í einhvers konar hryðjuverkum gegn þeirri stöðu eigin þjóðar vegna þess að hann meira og minna
sko að draga úr öllu í Evrópu, bara til dæmis það að draga Ford flugmóðurskipið frá Miðjarðarhafi sem bara svona vera Bandaríkjanna á Miðjarðarhafi gagnvart Afríku gagnvart Evrópu og færa það til út í að Venesúela. Hann að draga úr viðveru Bandaríkjamanna í Þýskalandi og allstaðar og að kalla burtu herlið, bandarískt herlið úr Rúmeníu sem nú með landamæri að þessum átakasæðum sem nú eru. Þannig að og núna í þessum svokölluðum friðartillögum þá þeim skert ráð fyrir því að $100 milljarðar sem eru frystar eignir Rússa, að $100 milljarðar í Bandaríkjunum það farið til sameiginlegra fjárfestinga í Úkraínu til uppbyggingar þar en Bandaríkjumenn hirði 50% af hagnaðinum. Að í sömu myndu er gert ráð fyrir að Evrópa aflétti bara frosti á 100 milljarðum að fá ekki neitt og leggja til viðbótar fjármagn 100 milljarðar sjálf inn í Úkraínu en fá engan hlut af neinu. Síðan restina af þessum fjármunum sem við talaðum þau að fara í sameiginlega fjárfestingar Bandaríkjamanna og Rússa á norðurslóðum við að grafa upp fágæta málma og svo framvegis sem að verði sameiginlegur hagnaður bandarískra fyrirtækja og rússneskra fyrirtækja. Þannig að þetta er allt svo undarlegt hvernig maður hefur aldrei skilið og ég bara fæ ekki skilið. Það hlýtur að vera eitthvað leyndarmál á bakvið hvers vegna Trump svona ógeðslega undanlátssamur gagnvart öllu sem viðkemur Rússlandi sem auðvitað einstakt í sögu Bandaríkjanna að forseti Bandaríkjanna skuli vera svona undanlátssamur gagnvart Rússlandi og annarkvort hefur Putin eins og hefur verið fullyrt af sumum einhverja viðkvæmt myndefni á hótelherbyggi þar sem Trump var í Rússlandi og svo er annað sem búið að færa sönnur á Trump fekk auðvitað þegar hann var að fara á hausinn með sína fjárfestingar þá fekk hann risavaxna innspýtingu fjár sem var náttúrulega peningaþvætti á hálfu Rússa inn í sína fjárfestingar í Bandaríkjunum þannig að hann skuldar Rússum mikla peninga þannig að þetta er allt svo undarlegt hvernig forystu hlutverk Bandaríkjanna er orðið af einhverjum skrípalátum. En nú vil ég koma með þjóðfræðilega skýringu á þessu af því að ég held að skýringin á þessu sé einfaldlega svo að Trump aldrei í pólitík. Hann alltaf í viðskiptum. Hann viðskiptamókúll. Fyrir sig, hann alltaf að græða persónulega. Já, ég veit það. Og öll hans heimsýn og öll hans nálgun á alla skapaða hluti eru viðskiptatilfæringar og barging og dealing. Já. En hvernig hefur forseti Bandaríkjanna verið í viðskiptum fyrir sjálfan sig á meðan hann í Hvítá Húsinu? Akkurat. Bara svona nakið, Akkurat. En þetta það sem manni finnst svo óhuggulegt í stöðunni og eins og hvernig verið að koma fram við Úkraínu núna, það bara verið að knésetja Zelenský, veikja bæði pólitískt tíska stöðu og hernaðarlega stöðu Úkraínu, hálfpartin neyðað á aðborðinu og svo þetta náttúrulega bara óskalisti Rússa að Úkraína láti eftir land og Úkraína hopið þarna og þú veist og Úkraína bara einhvern veginn algjör, hún bara viðfang en ekki gerandi í þessum friðarsamningum. Og ekki bara Úkraína, líka Evrópa. Já, Evrópa og þetta muni þetta veikja stöðu Evrópu verulega ef þetta verður. Það er bara að tala Evrópu sem skipt ekki máli henni bara skipað fyrir í þessum punktum 28 og fyrsta grein fullveldi Úkraínu verði staðfest eins og það hafi ekki verið gert fyrir löngu síðan. Það var staðfest á öllum þjóðum heims. Það var fullvalda ríki síðan 1991. Hvernig ákveður þarf að staðfesta það? Úkraína seti í stjórnarskrá að hún muni aldrei fara í Evrópusambandi og NATO muni banna Úkraínu að koma í Evrópusambandið og síðan sagt að tala við Evrópu að Evrópusambandi flýti veitir hann að vera Úkraínu að bráðbirgðaaðild að Evrópusambandinu og flýti aðildarveran. Það bara skipun frá Bandaríkjunum og Rússlandi til Evrópu að tala við Evrópu. Þetta allir þessi punktar. Ég þýtti þá nú að setja á Facebook síðan mína. Þú mættir með punktana. Þetta sögulegt plagg. Tökum ekki samið í Moskvu? Nei, þeir nú þennu sögum af því, nú eiginlega komið út úr þetta að verið samið að Bandaríkjunum eftir óskalista Rússa, en Krím, Luhansk og Donetsk verði viðurkennd sem rússneskt yfirráðsvæði hluti af Rússlandi, þar með að Bandaríkjunum. Víglundar í Kherson og svo fyrir þessi verði frystar sem í raun staðfesting á yfirráðum beggja megin Víglundar, hernámið staðfest sem sagt.
og Rússar afsala sér yfir á öðrum svæðum sem þeir hafa náð þeir hafa ekki náð og herlið Úkraínu Donetsk sem þeir hafa nú undir sínum yfirráðum, það verið dregið tilbaka og Rússar lofið því að fara aldrei þangað inn með herlið. Hver trúir yfirlýsingum Rússa? Og Rússar færi í lög þá stefnu sína, hugsiði, Rússland færi í lög þá stefnu sína að sýna Úkraínu og öðrum Evrópuþjóðum ekki fjandskap. Þá stefnu sína, færi það í lög. Hvenær að marka lög sem Putin hefur sett? Svo, já. Þetta er svo surrealist að maður geti ekki trúa því en maður væri og svo myndi þetta náttúrulega því að Rússar þeir myndi í raun og veru fá beinan aðgang að Svartahafinu, þeir fengju landtengingu við Krímskagan, þannig að strategísk staða Rússa yrði stór eld. Þetta bara eins og þessi samið í rússneska hernaðarmálaráðuneytinu. Ég spyrja, af hverju kemur þetta svona mikið óvart? Við erum nýbúin að fá samning sem kallað friðarsamningur á Gaza, þar sem að fólki sem að varð fyrir þjóðamorði á að vera með skilyrðislausa uppgjöf og bara láta henda öllu vopn. Má ég klára? Það sem er sett yfir, nákvæmlega eins og hugsa þarna, verið sett yfir einhver stjórn sem að Donald Trump á að vera yfir, sem sér uppbyggingu á svæðinu til þess að hleypa bandarískum fyrirtækjum að til þess að græða á þessu stríðshrjáðu svæðum. Þetta var samþykkt, þetta var Evrópuleiðtogarnir heldur alltaf vatni á hrifningu þegar Trump kynnti þetta gagnvart Gaza. Þetta gekk í gegnum öryggisráð Sameinuðu þjóðanna. Nákvæmlega sama hugsun og þarna. Af hverju ættum við þá að vera allir rosalega bitur að sama kemur upp gagnvart Úkraínu? Ég er ekki bara bitur, það er bara því ég skilur að það bætir ekkert böl að benda eitthvað annað. Þetta er alveg jafn slæmt fyrir það. Við erum bara að tala Úkraínu núna og við erum að tala ríki í Evrópu sem var fyrir allsherjar innrás, einn af völdugustu herþjóðar í heimi og við getum talað það, svo getum við talað Palestínu við viljum það, en núna erum við að tala Úkraínu. Ég er að segja að þeir eru svo hissa yfir þetta komið fram. Þetta kemur nákvæmlega samanrenni. Ég er bara að lýsa því hvernig komið er fyrir bandarískum stjórnvöldum sem eru að leggja þessa tillögur fram. Sem að leggja það til að skapa frið með því að Úkraína veiti landaafslátt og veiki sína pólitísku stöðu, þannig að þeir leggja það til og ætlast til þess að Evrópa gangist inn á það, styðji það með einum hætti eða öðrum. Þetta myndi styrkja Rússana, þetta myndi veikja Evrópusambandið, þetta myndi veikja NATO, þetta er náttúrulega stórleikir Úkraínu, já, ekki spurning. Þannig að hérna er í raun og veru verið þá að tala einhvern stöðuleika til skamstíma, en til lengri tíma þá er algjörlega fyrirsjáanlegt að þetta myndi bara auka óöryggi og ógnar ástand í veröldinni og ég tala nú ekki bara í Evrópu vegna þess að Rússar hafa þá bara öll færi á því að hefja hernað að nýju þar sem þeim sýnist í raun og veru. Þetta er mjög hættulegt og það er sem alltaf svo greinlegt að Bandaríkjaforseti, hann er ekkert að hugsa Evrópu. Hann er í raun og veru bara að skáka einhverju til á einhverju borði til þess að eiginlega bara í svona einhverju til að hann geti eignað sér heiðurinn að því hafa komið einhverju lausn á máli sem engin lausn, þetta er engin langtíma lausn. Hann er bara í business. Já, hann er nefnilega bara í business. Hann er með öll spil á hendi eins og sagt hann hefur bent Zelenský, hann er sem engin spil á hendi. Bandaríkjamenn draga tilbaka hernaðar aðstoð sína við Úkraínu, að þá er eiginlega borin von að Úkraínu geti haldið upp í vörnum. Bandaríkjamenn hafa náttúrulega ekki til lengri tíma Gunnar Smári bitu úr nálinni með það eða ætla að rústa NATO og sambandi sínu við Evrópu. Það er eftir að koma aðri tímar og önnur ráð og það bandaríska þjóðin og bandarískir hagsmunir, þeir eru eftir að bíta úr nálinni með það eða ætla að einangra sjálfan sig og fara í einangrunarstefnu sjálfur og American First og allt það eins og var nú hérna fyrir kreppuna miklu sem að fór nú bara með Bandaríkin til helvítis, bandarískan efnahag til helvítis og það sem bjargaði, það er nú grátbróslegt og það sem bjargaði bandarískum efnahag var í raun og veru seinni heimsstyrjöldin sem að setti allar efnahagsmaskinuna í Bandaríkjunum í gangi í hergagnaframleiðslu og eftir stríð stóðu Bandaríkjumenn uppi sem ríkasta þjóð og ríkari nokkur sinni fyrr. Þannig að ef að þeir ætla að yfirgefa til lengri tíma hagsmuni sína í Evrópu
Þá mun Evrópa grípa til sinna ráða og styrkja sig, hætta að kaupa bandarísk vopn og svo fram eins og eru nú þegar farin að leggja áherslu á að byggja upp sinn eigin hergagnaðinað. Bæði Frakkar og Svíar að fara að selja Svíar 100 þotur eða 150 þotur og Frakkar 200 til Úkraínu. Það allavega komið svona minnisblað það. Þannig að það mun bara breyta, það mun breyta sem sagt, hvað ég var að segja, átakalínunum í heiminum öllum. Og Bandaríkjamenn sigra ekki í viðskiptastríði við Kína einir. Hefði verið þar án Við vitum alveg að þessi sjónarmið eru bara í Bandaríkjunum, mjög rík í Bandaríkjunum, að slökkva á þessum eilíðarstríðum og það bara mjög rík og hefur alltaf verið í Bandaríkjunum. Og núna bara þau sjónarmið ofan á í Bandaríkjunum og við svo sem getum ekki leiðrétt Bandaríkja með það. Ég meina þau eru á þessari línu, þau eru að draga sig út úr Evrópu. NATO er öllum getum ónýtt. Þessi hugmyndum að við höfum einhverja varnir í því að hafa öflugasta her í heimi á bakuð okkur er líklega bara blekking. Þú þarf þá bara að borga fyrir það. Og ég held að Eystrasaltslöndin og fleiri sé að klóra sér hausnum núna hvað það muni kosta ef að þau ætla að treysta á varnir Bandaríkjanna, hvort er að gefa allar auðlíti sínar ef þeir eiga einhverjar til Bandaríkjanna. Annars hefur kannski Bandaríkjunum bara áhuga á Grænlandinu, engan áhuga á Eystrasaltslöndunum eða Úkraínu, nema að við getum greitt á því. Þetta er bara staðan. En Trump verður sem betur fyrir dauður innan nokkur ára og hættur í embætti að minnst innan 3, þannig að tímarnir munu breytast aftur. Það veltur samt ekki alltaf einu einstaklingi, sko. Já, þetta veltur tölvöld mikið á honum akkurat núna. Já. En ef þetta verður að veruleika, sko, þá mun þetta hafa mjög djúpstæð áhrif á valdahlutföllin í Evrópu og í alþjóðasamfélaginu. Þetta sko, það er bara og í heiminum öllum. Að veröldinni kemur þetta við, hvað verður þessar friðartillögur, þetta samkomulag sem verður. Hann var bara sjokkeraður, Auðvitað var hann svo vonda kosti. Og gerir sér fulla grein fyrir því augljóslega, sko, í hvað stöðu hann er. Og andrúmsloftið svona gagnvart honum, sko, þetta er náttúrulega bara hann segir bara annað að kynkja þessu að kynkja þessu eða horfa fram að mjög hann er búin að breyta stóttin núna síðustu 24 tímana það er eftir hann er búin að tala við Evrópuríkinu og annað þetta verður aldrei neitt samningur nei, þessu verður þvaðrað út og söður og þetta nú eru hafnarviðræður formlega þreifingar á milli samninganemnda Úkraínu og Bandaríkjanna og þetta verður bara endalausar breytingatillögur og meðan heldur stríðið áfram og það vill Pútín ekki vegna þess að Pútín er í raun og veru algjörlega að niðurlötum komin með þetta stríð í Úkraínu efnahagur Rússlands er komin að fótum fram verðið á fatinu á olíu komin í $36 hann er farin að flytja ekkert heyrt í mig þetta var nú bara til falls Sovétríkjanna á sínu tíma þegar það var gert samsæri gegn Sovétríkjunum að lækka olíuverð eða Bandaríkin og olíuríkin í Persaflóa gerðu samsæri að lækka olíuverð sem knésettu nú bara Sovétríkin þannig að sko Rússland er ákaflega illa statt og Pútín vill náttúrulega frista þessa stöðu þetta endurspegla þá stöðu sem hann vill frista á meðan hann safnar aftur liði sínu og bætir hergagnaframleiðsluna og svo framvegis þannig að hann er bara að kaupa sér hlé hann er bara að kaupa sér hlé á átökum sem hann mun síðan halda áfram með. Krakkar, sko, það er margt á dagskrá. Nú skulum við fara yfir til Höllu Gunnarsdóttur. Nei, með vaxtákvörðunna og það hvað við erum sko, mikið hærri vexti heldur en nágranna þjóðurnar og þetta býtur margan Íslendinginn. Heldur betur og nú er komið hálft annað ár meira síðan undirritað voru kjarasamningar með lágum launahækkunum í trausti þess að fyrirtæki myndi halda aftur að verðhækkunum og stjórnvöld myndi halda aftur álögum og verðbólga færi niður og stýrivexti líka og við erum bara því miður ekki að sjá þessa sín raungerast vissulega fór verðbólga niður og stýrivexti lækkuðu aðeins en við búum engu síður við mjög háa vexti og það eru ekki settar fram fullnægjandi skýringar á því hvers vegna þeir þurfa að vera svona háar á Íslandi. Það er bara, þær skýringar koma ekki. Og við erum með lönd sem við berum okkur saman við, þar sem verðbólgur og pari við okkar verðbólgu. Það er að segja sú sem er hægt að bera saman, að því okkar er náttúrulega með svona sér íslenskum mælingum og húsnæðisþátturinn er þetta mjög stór þar.
og þar eru ekki svona háir vextir en þeir eru svona háir hér. Seðlabankinn lækkaði vexti lítillega í vikunni en sagði að þau væri bara að lækka vexti vegna þess að bankarnir var að hækka vexti eftir vaxtadóminn. Og þannig raun og veru var þetta engin breyting. Og þrengja lánaskilið. Já. Raun og veru var þetta engin breyting. Þannig að almenningur situr kannski verri eftir heldur en. Já, allavega ekki betur. Það er ekki að sjá. Og ég verð að segja, nú komin einn húsnæðispakki frá stjórnvöldum sem var alveg sumt ágætt í honum, en hann skortir algjörlega svör við stóru spurningunum. Og ef að við í verkalýðshreyfingunni bærum ábyrgð á 40% af verðbólgunni, þá held ég að það væri nú eitthvað verið að beina spjótunum á okkur. Húsnæðismál í kringum 40% af verðbólgunni. Þau verða ekki leyst með háum stýrivöxtum. Þú getur ekki byggt hús með háum stýrivöxtum, það vita það allir. Og þannig að mér finnst algjörlega tímabært að við ferum að fara að fá einhverja svona heildstæða sýn, bæði til skemmri og lengri tíma og bara aksjón. Þú veist, bara ganga í þessi mál. Þetta er ekki svona rosalega flókið, sko. Þátt að tala bæði húsnæðismálin og þar með vaxtamálin og verðbólguna. Já, þetta hangir allt saman. Ég segi það. Og mér fannst þetta sérstætt að hlusta fjármálaráðherra þegar hann var spurður álits á þessari vaxtaákvörðun og hann svona, eins og reynda stjórnmálamenn nútímans gera svolítið mikið, var svona álitskefi. Svona svaraði bara svo verið að spyrja Ólínu eða einhvern fræðimann upp í háskóla og sem einhver áhorfandi á því sem var að gerast, en hann er gerandi og stjórnvöld eru gerendur og þau eru með fleiri stýritæki heldur en Seðlabankinn og mér finnst bara almenningur í þessu landi ekki geta beðið eitthvað mikið lengur, sko. En hafið eitthvað uppsagnar ákvæði í samningum? Nei, þau eru veik og það var eitt af því sem VFR var mjög gagnrýnið á þessum tíma. Það voru uppsagnir ákvæði núna í haust en þau gengu út á það að ársverðbólga væri ekki yfir 4,95% og síðan að stjórnvöld höfðu staðið við svona lagalega partinn af sínu. Og það var ekki hægt að segja samningum upp á þessum grunni en á næsta ári þá er það líka svona verðbólga ákvæði, þá fer það eins lægra og það er spurning hvað er verið stödd þar en verðbólgan er ekkert eitthvað rosalegt próblem vandamálið eru vextirnir og húsnæðismálin og auðvitað, ég hef alveg verið að kritisera fyrirtæki sem eru að hækka verð meira en þau þurfa að gera og svo líka hefur opinbera víða að hækka álögur meira en það á að gera og þá horfi ég sérstaklega á sum sveitarfélög sem eru að hækka leikskólagjöld alveg gríðarlega 10 og jáfnvel upp í 200% á gildistíma kjarasamninga þar sem að sveitarfélögin áttu að halda aftur af gjaldskrárhækkunum og samningarnir voru, það góða sem var í þessum samningum og yfirlýsingu stjórnvalda laut að barnafjölskyldum. Það voru gjaldfrjálsar skólamáltíðir, aukning á barnabótum, það var verið að segja við verðum að gæta sérstaklega barnafjölskyldum í þessu á þessu tímabili sem við erum að gangi í gegnum og það er bara verið að svíkja barnafjölskyldur í þessu landi, það er bara verið að svíkja þær og þá horfum við sérstaklega á svona yngra fólkið sem er að glíma við bara einhvern versta húsnæðismarkað í manna minnum og það er engin núlifandi glímt annað eins, það er bara búið að hækka samanlega árstökin þar sem þú þarft að hafa til að geta komið öruggu þaki yfir höfuð. Þú þarft gríðarlega fyrirgreiðslu frá ættingjum til þess að geta komist út á húsnæðismarkað. Leigumarkaðurinn allt óreguleraður og þetta er bara veruleiki sem blasir við þessu fólki sem er líka að reyna að koma sér fyrir á vinnumarkaði og koma undir þessu fótunum og bara samfélagið og stjórnvöld er að bregðast þessum hópi illilega. Og svo er 70% samdráttur á byggingamarkaði. Já, hann náttúrulega hefur farið í byggingamarkaðurinn hefur alltaf verið eins og jójó en í þessum aðgerðapakka sem þú nefnir hjá stjórnvöldum þá náttúrulega er verið að bæta stöðu leigjenda með því að skráningaskylda leigumarkaðinn allan, hann er ekki allur skráður í dag og eins verið að setja þak á að húsaleiga með ekki hækka fyrstu 12 mánuðina og svo framvegis og setja skorður á Airbnb stöðuna
að þar eru sett takmörk á til að draga úr því og fá þá í fleiri íbúðir inn í langtímalegu til fólks. Það er alveg rétt sem Hallar að lýsa, það er allt rétt í ástandinu sem hún lýsir, það ég ger engar athugasemdir við það. En síðan eru aðgerðir sem eru gerðar í samvinnu við meirihlutann í Reykjavík að ryðja land í Ólafsárdal, það sem stefnt að því að byggja 10.000 íbúðir og fara strax í það er framtíðarplanið, og fara strax í 4.000 íbúðir sem að verði farið út í vor með svokalluð innviðafélagi sem muni létta á borginni með því að byggja einnig upp innviðina, skólana, leikskólana, gatnagerðina og svo framvegis og lagnirnar. Þannig að það eru aðgerðir sem munu slá á markaðin hér. Það þarf 3.000 til 3.500 íbúðir á ári mér sagt af sérfræðingum. Þannig að það er ekki eins og ekki verið að gera neitt, og nýjar aðgerðir munu líka birtast. Það er vinnustofa á vegum félags- og húsnæðismálaráðuneytisins vinnustofa nr. 2 með hagsmunaaðilum sem framfer núna á næstu dögum og það birtast aðgerðir aftur snemma á næsta ári. Og síðan hafa ríkisfjármálin tekið breytingum og tekið mið af ástandinu til þess að minnka þrýsting ríkisfjármálana á markaði. Ríkisfjármálin reyndar eru ekki vandamálið í verðbólgunni þó að sjótt tala þannig. Þau skipta máli. En margt í því sem þú segir er bara hárrétt og það er mjög jákvæðar aðgerðir inn á milli. Og ég er sammála með þessa skráningaskyldu, Airbnb, og það er frábært að brjóta land í Úlfarsárdal. Það er rosalega mörgum spurningum ósvarað þar endar, þar meðal svona hvernig þetta innviðafélag á að vera og hvernig á að tryggja það að þau muni ekki kosta skattgreiðendur og útsvarsgreiðendur meira en það myndi gera allir. Þetta er bara mjög viðkvæmt svona verkefni. Já, það áttur að kannski koma betur fram, Halla, ég má að skrifa bara fram í með það, en þetta verður kynnt, útboðsgögnin á þessu verður kynnt á næstu vikum og þetta verður vonandi boðið út og staðfest útboð til félag sem myndi vilja taka inn við að félagi að sér og þarna eru beinlínis áform að þarna verði stór hluti íbúðir fyrir þeirra sem hafa lagstu launin. Það geta mjög vel. Það er ákveðin hlutfall sem að fara í slíka byggingu sem bara mjög eðlilegt og það er það sem Reykjavík hefur verið að gera og það er mjög gott og það er mjög margt gott sem Reykjavík hefur verið að gera í uppbyggingu húsnæði. Stóru spurningar sem ósvarað og ég teka fram að þessi ríkisstjórn er búin að sitja í heilt ár. Og hún var kosin á tíma þar sem 4. hver húsnæðislántakandi var að missa fasta vexti. Þú veist, á óða stýrivaxtar tímum. Og hún er búin að sitja í heilt ár og ennþá er þessum risastóru spurningum ósvarað sem hvert á hlutverk ríkisins að vera, hvernig á að tryggja að það sé verið að byggja rétt, ekki verið að byggja einhverju vitleysu og síðan verður einhvern veginn að koma inn því að sveitafélögin eru mörg hver bara ána með það sem þau eru að gera hvert og eitt. Og eru mörg að gera bara fína hluti. Í vandræði vegna þess að þau hafi ekki efna á uppbyggingunni sem að þarf í sérstaklega kringum ný hverfi og er ekki með tekjustofna svo framvegis og ríki þarf að taka sér einhvers konar yfir stjórnar hlutverk í þessu málum annarkvort með kvötum eða refsingum eða bara hverju sem þarf til þess að við byggjum nóg og byggjum rétt og við erum ekki að því núna. En ég ætla að taka fram, ég er ekki ósátt við hennar pakka, ég er bara mörguleiti ánægð með hennar pakka, en það vantar þessa fjármögnunin og heildarsýnina. Það vantar heildarsýnina og húsnæðismál, menn þetta á ekki að koma neinum á óvart. Þú veist, en samt eru við höfum í gegnum árin verið að rífast hversu mikið við verið að byggja, við vorum ekki eins og sammála það, við erum orðið sammála það, og þá er spurning hversu mikið þarf að byggja. Það ég vil verið að gera ráð fyrir því að það búi fleiri í hverri íbúð heldur en allar mannfjöldarspár benda til og allar svona lýðfræðilegar spár benda til. Þú veist, þetta er bara málaflokkur sem er svo gríðarlega mikilvæg fyrir efnahagsmál, afkomu, þú veist, bara kjör, lífsgæði, allt, að hann verður að vera númer 1 í hugum þeirra sem stjórnar þessu landi núna. En nú var verið að segja, nú sagði Húsnæðis- og mannvirkjastofnun á tímabili að það þyrfti að byggja á næstu 10 árum, ég held 41.000 íbúðir. Það eru cirka 3.500 ári. Og Reykjavíkurborg er að fara að kynna strax á næsta vori 4.000 íbúðir bara í Reykjavík. Það er líka uppsafnað vandi. En það sem skiptir líka máli, það sem skiptir líka miklu máli í þessu öll saman og það horfir að bygginga iðnaðinu sem slíkum að við höfum í gegnum bútasauma í gegnum áratugina búið til hér alveg ofboðslega flókið regluverk um uppbyggingu húsnæðis og nú er ráðherra félagsmála og húsnæðismála að einfalda allt það regluverk og
setja þetta allt meira minn á eitt stað þannig að einn umsóknarstaðar verði fyrir alla uppbyggingu þannig að það verði dregið úr þessu regluflóðu öllu saman og síðan að lóðafestingin, hér fjöldi stórra lóða sem að þeir sem kaupa lóðunar, þeir fara ekkert að byggja þeim, þeir sitja á lóðunum og braska síðan með þær, selja lóðunar hverju öðrum og hækka verið á þeim, en nú á að setja hömlur á það hvað fyrirtæki geta setið lengi á lóðum og gera kröfur uppbyggingu innan tiltekins tíma sem mjög mikilvægt og það sem auðvitað bara starinn til miðum með markaðan, auðvitað hér frjálsmarkaður húsbygginga að byggingariðnaðurinn hefur að hluta til veðjað á vitlausan hest, hann hefur veðjað á byggingu íbúða sem ekki eftirspurn eftir. Það sem við þurfum í dag eru fleiri, minni og ódýrari íbúðir bæði fyrir unga fólki sem að hefja leið sína inn á markaðin en ekki síður fyrir eldra fólk sem vil minnka við sig, selja stórar eignir sem koma sér upp á ævinni og fara inn í minna húsnæði. En það eitt sem að mig langar að vara við í þessari umræðu sem að það gamli borgarfulltrúin í mér sem að rís upp þegar farið að tala að einfalda regluverkið svo sé þetta byggja ódýrari íbúðir og unga fólki nota svona fyrir ungt fólk ekki til þess bara almennt að minnka regluverkið. Alvarlegasti heilsufarsvandinn á Íslandi í dag eru miklu vandræði út af handónýtu húsnæði sem menn hafa verið að rigga upp á síðustu áratugum, illa byggt húsnæði með vonda heilbrigðisvist sem að hafa verið bara verulegt vandamál og á sama tíma gengur þessi mantra að það þurfa einfalda regluverkið og fækka og minnka flækjustíðis og segja þetta byggja hraðar og ódýrar. Ég vara við þessu sjónarmiði í alvöru, mér fúlast alvara vegna þess að og það nú eitt af markmiðunum í húsnæðisstefnu stjórnvalda sem að var nú samþykkt þarna í fyrra með litlum ágreiningi og flokkarnir flestir sammála að það var að tryggja boðlegt og gott og örugt húsnæði fyrir fólk og frá því sjónarmiði má ekki hvika þó að mönnum líki á að koma auknu húsnæðisframboði inn á markaðinn. Þetta bara mjög gott og ég meina bara sammála þessu jólinu og eina ástæðan fyrir því að fólk nýjar íbúður seljast ekki að það hiki fólki að kaupa nýjar íbúður af ótta við galla og sprungur og bras og vesen. Það eru líka bara allt og dýrar Það eru líka allt og dýrar. Það bara engin vend að spáði að raunverulega íbúður verið eftir að lækka svona 15%, þannig að það að segja við fólk sem hugsa að kaupa núna, ekki kaupa. Því að verðið allt og hátt og ekki fallast á það að taka lán hjá verktakanum sem reyna að koma út allt og dýri íbúð með því að lána 20% til þess að þú geti farið þarna inn með 10% eigin fjárframlag sem öllu við getum gufa upp á næstu svona 2 árum. En það sem ég langaði að segja við þessu, á meðan stjórnvöld að finna út af þessu og sveitarfélögin og allir, að þá mitt félagsfólk að greiða húsnæðiskostnað sem kannski á bilinu 100 til 250.000 krónum hærri en hann ætti að vera. Og á sama tíma borgin að segja já, við ætlum líka að hækka á þig leikskólagjöldin og fleiri sveitarfélög og og það verið að fara ofan í vasana hjá fólki bara, úr öllum áttum fyrirtækin að hækka verð meira en þau ættu að gera og svo verið að segja þið verið bara að róa ykkur og reyna að halda laununum ykkar niðri því að það eina leiðin til að ná tökum á þessu og bara stærsta málið núna þessi húsnæðismál. Þetta stærsta málið fyrir afkomu og kjör fólks. Það vonlaust að sitja í forystu stéttarfélags og gera kjarasamninga ef að þetta síðan veruleikinn sem á að taka við þegar þú ert búin að undirrita 4 ára langtíma kjarasamninga. Það vonlaust. Við getum ekki látið bjóða okkur þetta. Það er varlega áætlað að það voru leigjendur að borga svona 40 milljarða ári í ofháa leigu vegna brotins húsnæðismarkaður. Og þetta bara neyðarástand sem að því miður ekki þessi stjórnvöld eða þeir sem hafa verið náður hafa brugðist við. Við erum með ónýta húsnæðisstefnu í búin að vera í 20 ár sem leitt til þess að verðið sprengst upp. Það æstærri hópur sem hefur ekki efni á að eignast húsnæði á Íslandi. Þetta hefur gerst á undanförnum 20 árum og stjórnvöld hafa í raunverulega ekki brugðist við nema með einhverju svona að fara skrá eignir hér, vinna þessu eða eitthvað slíku. Það eitthvað alvarlega brotið í íslensku húsnæðiskerfi og það þarf að breyta eðli þess. Það alveg rétt, en hins vegar held ég að stjórnvöld hafi og ráðamenn landsins bæði í þessari ríkisstjórn og þeirri fyrri
hafi áttað sig á þessum vanda og séu í raunverulega að reyna að gera hluti. Það er komin nothæf húsnæðisstefna sem gildir til 2038 sem var samþykkt á Alþingi í fyrra og það var nú Sigurður Ingi sem innviðaráðherra sem kom henni í gegn og það er í fyrsta skipti sem er sett húsnæðisstefna í raun og veru. Hún er alveg nothæf þessi stefna og það er margt gott í henni eins og það einfalda stjórnsýsluna, reyna að tryggja það sé byggingarhraði, eins og það að tryggja jafnrétti og öflugt framboð á heilsusamlegu húsnæði og svo framvið. Mjög mörg góð markmið sett inn í þá stefnu en gamla vandamálið að það fylgir ekki fjármögnunin er óljós og það fylgir ekki aðgerða áætlun hvernig á að halda utanum og tryggja eftirfylgnina og það er gamli vandinn í íslenskum stjórnmálum og öllum ákvörðun sem teknar eru að það vantar alltaf útfærsluna og tryggingu fyrir því að mál gangi eftir. Við erum að hluta til eins og froskurinn í vatninu sem hittar smátt og núna erum við farin að finna fyrir hittarum í ljónum hendan froskurinn í vatninu og þá höldum við að þetta vandamál sé eitthvað sem þið getur hægt að leysa fyrir miðvikudaginn í næstu viku. Eitt af stóru mistökunum sem gerð voru hér í tíð ríkisstjórnar Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks í kringum aldamótin voru að leggja niður verkamannabústaðakerfið og selja 25.000 íbúðir þar. Það var bara mega slys, það var alveg svakalegt slys og svo átti markaðurinn að leysa allt og hér hefur bara ríkt villta vesturs ástand á húsnæðismarkaði í 20-25 ár og það verður ekki bituð nálinu með það á einni viku. Það eru aðgerðir sem það eru margir að biðja það og eru mjög óþolinmóðir að segja að ríkisstjórnin sé ekki að gera neitt. Ríkisstjórnin er bara að sitja í 10 mánuði, hún er komið með fyrsta pakkan og boðar annar fljótlega eftir áramót og það er auðvitað verið að taka á þessum félagslega hluta sérstaklega vegna þess að á hverjum bitnaði það að verkamannabústaðakerfið var lagt niður. Það bitnaði á þeim lægstlaunuðu í Eflingu, þeim lægstlaunuðu innan VR og innan verkalýðshreyfingarinnar sem höfðu ekki í nein hús lengur að venda. Og það eru bara mistök sem við erum núna froskurinn í heita vatninu og vatnið lofsorðið eitt að við getum ekki lengur tekið hitanum og þá allt í ná að redda öllu fyrir miðvikudaginn næstu viku. Þessi uppbyggingun á almennu íbúðunum er búin að standa yfir í 10 ár og hún er gríðarlega mikilvæg. Hún er það besta sem hefur gerst í húsnæðismálum og Reykjavík hefur staðið sig best þar. Hvað eru margar íbúðir sem hefur verið byggðar þar? Það eru 10.000 eitthvað svoleiðis. Þetta er það besta sem hefur gerst. Verkamannabústaðakerfið væri 26.000 íbúðir. Nú er þetta stjórnvöld að auka framlögin í almenna íbúðakerfið úr 30% í 35%. Nei, þau ætla að auka hlutfallið úr 30-35%. Verkamannabústaðakerfið væri 26.000 íbúðir. Það er vandinn sem að þarf að ef verkamannabústaðakerfið hefði haldið áfram að vera látið í friði Gunnarsmári, þá væru verkamannabústaðarnir með 50-60.000 íbúðir í dag. Það er málið. Það er vandinn. Viðbröðin verða að vera í takt við vandann. Ég er bara að segja þetta er líkilatriði sem þú nefndir með auka fjárframlög, það er nefnilega ekki verið að gera það. Stjórnvöld eru að draga saman fjárframlög sín í málefnum húsnæðismál. Þau eru að draga úr stuðningi til fólks til þess að kaupa. Þau eru vissulega að hækka hlutfallið í stofnfjárframlögunum en þau eru ekki að auka þeim. Þannig að það getur hæglega orðið til þess. 5,5 milljarð. Ekki stofnframlögin. Jú. Það er það eitthvað nýtt. Það var ekki í pakkanum. Ég ætla ekki að ræta við þig. Já, þetta meina sem að búið ákveða. En þessi pakki er ekki að koma með einhver aukningur. Vandamálið hefur ekki verið heldur að skorti stofnframlög, það vantar lóðir. Og ég vil bara ítreka aftur. Ég er mjög ánægð með það að ég riða nýtt landi í Úlfarsárdal og ég er mjög ánægð með margar aðgerðirnar. En ég er bara að segja, þetta er ekki nóg. Þetta á að vera mál númer 1 í ykkar huga. Þetta er mál númer 1. Þetta er það ekki. Ríkisstjórnin hefur sagt þetta er ekki nóg, boðar frekari aðgerðar eftir áramót og þú verður bara eins og aðrir og við verðum öll að sína því þolumæði að þær aðgerðir eru ekki komna fram, þær koma fram fljótlega á 9 ári. Ríkisstjórnin hefur ekki sagt, svo því sem haldið til haga, hún sé búin að leysa vandamálið með þessum aðgerðum sem hún kynnt á dögunum. Á meðan er mitt fólk að borga tugir, jafnvel 100.000 í húsnæðiskostnað sem það ætti ekki að borga. Við erum öll að gera það, Halla.
Ég að borga alveg svo þú vexti sem eru langt umfram það sem er leggst mismunandi á fólk sem hafa efnaði. Þú er kannski efnaði. Ég er ekki í þeim hópi sem er ekki efnaði. Ég er ekki í þeim hópi sem hefur Ég er hérna til að tala fyrir mitt félagsfólk. Ég veit það, þú ert alveg fyrir aðra. Nei, ég er að taka undir með þér. Að þetta er staðan hjá öllum, því miður. Nei, þetta er náttúrulega ekki staðan hjá þeim sem eiga. Þeir eru auðvitað þeir sem eiga eða eiga sparifé, þú veist, þeir eru að fá fjármagn í vasann sem að þeir sé að nota í neyslu sem að síðan verður að skamma skuldu á fólki fyrir. Þú veist, það er verið að kreista vitlausa hópa á vitlausu stöð. Það er annað sem er verið að framlengja, það er þetta framlag fyrirgjöðu hvað heitir þetta nú, séreignarsparnaðurinn, að fólk getur notað það í 10 ári, að festa það til eilíðar, að fólk getur notað það í 10 ári. En það er líka verið að minnka fjármagn. Vegna þess að sko þetta úrræði hefur auðvitað verið gallað og gagnrýnt vegna þess að það er farið til efstu tekjuhópana. Þetta er ágætt lausn, en það er samt að draga saman peningana sem fara í húsnæðisstöðning til fólks. Hvert kom peningurinn sem fóru inn í séreignarsparnaðinn úr vaxtabótakerfinu sem var eyðilagt til þess að byggja þetta upp. Og nú er verið að segja, já, við ætlum að festa þetta í sessi en bara talsvert minna. Og þannig að þetta er bara rosalega gagnrýnivert og það þarf bara stórhug og stórhug og mikla framkvæmd á aðgerðagleði. Svo er eitt sem er óréttlætt í samfélaginu sem að Halla var eiginlega að vísa í að vaxtastefna Seðlabankans að hún bitnar á þeim sem að skulda og þar af leiðandi þeir sem eiga minnst til þess að kveða niður verðbólgu sem er drifin áfram af eyðslu þeirra sem hafa það ágætt. Og þetta er óréttlæti í samfélaginu sem er ekki hægt að búa við, sko. Þannig að stjórnvöld verða bara að stíga inn í og stoppa þetta. Já, það er eitt sem þegar maður nú að kynna sér sko afleiðingarnar af þessu nýja vaxta viðmiði sem Seðlabankinn hefur sett fram og viðbrögð bæði lífeyrissjóða og bankana við því og þau hafa nú verið dálítið undarleg. Þessi viðbrögð finnst mér að hluta til dæmis bara lífeyrissjóður sem ég þekki til að þar er allir hættir að lána óverðtryggð lán með breytilegum vöxtum. Halló. Af hverju er hægt að lána það? Og það er að setja skorður á sko að lán með verðtryggð lán að þau geti ekki verið nema til 20 eða 25 ára sem gátu verið til 40 ára hjá þeim sem vestvoru staðir áður. Þannig að manni finnst viðbrögðin við þessu nýja viðmiði dálítið skrítin. Og manni finnst, ég skil ekki alveg hvað bankarnir er að fara og lífeyrissjóðir eru sumir að fara í breytingum á lánakjöru sínu og það er það sem Seðlabankinn segir að þessi viðbrögð, þessi herðing á lánaskilyrðum bankana hefur orðið til þess að það verður svo lítið framboð af lánum að vegna minna framboðs af lánum þá lækkar Seðlabankinn vextina, ekki vegna verðbólgunar. Og þetta er dálítið skrítið staða. Bankarnir líta á það sem sína skildu að verja 100 milljarða hagnað sinn út úr samfélaginu. Þeir hafa enga skildu þeirra mati. En þetta eru mjög skrítnir tímar og mér finnst viðbröðin og það þarf að skoða miklu betur hvernig bankarnir og lífeyrissjóðirnir hafa verið að bregðast við þessum dómum eða þessum dómi og svo eiga nú eftir 3 eða 4 dómar að koma til viðbótar þannig að það býða fyrir einhver óvissa. Svo ekki bara að setja lögum eða húsnæðislán skal vera svona? Já, það er miðstýring. Það er ef markaðurinn fyrir frjálsir markaður endar með 100 milljarða hagnaði bankana og ónýttu húsnæðiskerfi þá verðum við að pröfa eitthvað annað. En kannski ekki að fara til ráðstjórnaríkjanna til þess. Hvað er kynslað? Ég segi daginn eftir ég keypti mína fyrstu íbúð þá sett verðtrygging á allt úti og hefur fyllt mér alla gutur síðan. Herðu, ég ætla að þakka ykkur mikið vel fyrir komuna. Ólína Þorvardóttir, Halla Gunnarsdóttir og Heimir Már Pétursson og hér eftir koma til okkar Ögmundur Jónasson og Þorsteinn Pálsson og við ætlum að ræða Evrópusambandið og kannski aðeins meira. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is Samstæða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Húnavellir gistihús.
gisting og tjaldstæði á góðu verði, morgunmatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgangað öllu sem tilheyrir gistihúsi. Upplýsingar í símum 848 7012 og 861 2319. Tölvupóstur hunavellir@hunavellir.is. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook.